Hingað kominn Eiríkur Örn Norðdahl. Heimska bókin þín nýja og þetta eru stuttu titlarnir. Það var hérna Gæska, Illska og nú það Heimska. Nú það Heimska. Já. Þetta trílógi eða? Þetta einhvers konar, þær tengjast svolítið á sem sagt thematískt, sem þær fjallar allar það hvað það þýðir að sjá einhverjum skilningi. Það kannski meira fyrir mér sem tengjast en öðrum, þannig ekki sami sögutráður eða sama fólk, sko. Þetta einhvers konar dystopía, sko. Þetta heimur þar sem þetta framtíðaskaldsaga í raun og veru og þetta heimur þar sem allir eru að fylgjast með öllum. Það bara ekkert einkalíf lengur. Nei, þetta náttúrulega, þetta einhvers konar framtíðarsaga, hún náttúrulega líka þetta sjálfhverfu þjóðfélag sem við lifum í og við þekkjum öll held ég mjög vel þessi eilífu þörf fyrir að vera að sýna sig og einhvern veginn presentera sig fyrir heiminum og afhjúpa sig og hvernig við dílum við hugmyndir til dæmis skömm og það sé enginn, það ekkert skömm nema eða ef það skömm þá það ekkert einkalíf sé ég, það einhvern veginn, þú situr fastur í því að þurfa að bera þig eða gangast við því að það sé eitthvað að. Nákvæmlega, já, það eiginlega skömmin eiginlega fólkinni því frekar að þegja yfir hlutunum. Já, nákvæmlega, þá verður maður einhvern veginn og þá skapast náttúrulega mjög hysterískt ástand og ég held við lifum á mjög hysterískum tímum hvað þetta varðar, ég held að mjög mörgum lífi mjög óþægilega í þessum veruleika. En sko við erum hérna með þetta par, sem sko rithöfundapar og sem eru bara þannig að þau setja allt sitt ástarlíf og það bara allt fyrir opnum tjöld, það alstaðar myndavílar og það náttúrulega og það sjálfur sér ekkert óeðlilegt í þessum heimi, þarna eru allir, þetta opið fyrir alla, sko. En það sem þau gera síðan að einhverju leyti að fara að nota það til þess að pína hvert annað svolítið, sko. Með því að láta vita, þau eru fráskilin og þau eru að hefna sín með því að láta aðra vita því, að láta hinn vita því þegar þau eru að sofa hjá öðru fólki og þannig, sko. En sko þetta gerist á Ísafirði, en samt ef við skoðum kápuna á bókinni, og þetta sko sést Ísafirður, sko, en þú veist, þetta Ísafirður, þetta svolítið öðruvísi Ísafirður, þetta svona... Þetta náttúrulega hugsað sem einhvers konar framtíðarskáldsaga, sko, en svo eða hliðarveröld, sko, sem sjálfur sér náttúrulega Gæska gerist líka í hliðarveröld. Þær eiga sér báða stað á einhverjum... En hversu mikilvægt að þetta sé á Ísafirði frekar en öðrum stað, ég meina þínum heimabæ? Í raun og veru skiptir það einhver lykilatriði fyrir mig, sko. Það hefði getað verið hvar sem annars staðar, sko. Ég sett hana bara niður þar, sko, ég hef áhuga á því hvað það þýðir að vera í litlum bæ. Ef þú verið í litlum bæ þá sérstu alltaf í einhverjum skilningi. En annars þá það ekki, sko, þá það ekki lykilatriði fyrir mér. Að það hún sé sem sagt nema hvaða mér finnst skemmtilegt að því að við erum alltaf með sko landsbyggðin eða smábærið á landi eru sérstaklega svona nostalgískir í frásagnarhefðum okkar. Þeir eru alltaf einhvern veginn staðgenglar fyrir fortíðina en ég vildi sjá mér þótti forvitnilegt að sjá hvað myndi gerast ef þú myndi gera það á staðgengli fyrir framtíðina, sko, sem ég eiginlega aldrei gert. En það náttúrulega aldrei framtíð þessu líka að það eru nöfnin á fólkinu í bókinni. Fólki heitir mjög svona skrýtnum nöfnum, Katarín Rilke og sum nöfnin eru sko mjög Lenita, þetta mjög austur-evrósk, þetta einhvern veginn sko, þetta svolítið, sko, þetta Íslandi, þetta svolítið svona off-Íslandi einhvern veginn. Þetta náttúrulega bara framtíðin í einhverjum skilningi, þá nú orðið fullt af fólki sem heitir alls konar nöfnum, ég á börn sem heita Aram og Ainó og er giftur Nödju og það ekki endilega sjálfsagt að allar þessar nafnahefðir hangi inni, við heitum bara Jón og Gunna. Þetta skapar pínlítið svona fyrðareffekti. Já, ég meina og það náttúrulega eitt sko, ef við skoðum bara nöfnin á Hornströndum fyrir 70-80 árum síðan þegar allir hétu Dósotheus og Tímotheus og og Raguel sem líka karakter þarna, sko, hann mjög augljóslega af Hornströndum, held ég, sko. En sko nú ertu óbúðslega upptekinn höfundur af því að þú ert rauninu búin að slá í gegn í útlöndum með illsku, ert bara á ferð og flugi. Af hverju hefur illska náð svona vel í gegn erlendis? Ég sagði náttúrulega í henni að það væri vegna þess að það kemur náttúrulega fram í henni að það munu allir kaupa hana vegna þess að hún fjallar seinni heimsstyrjöldina og helförina og fólk fullkomlega obsessed á seinni heimsstyrjöldina og helförina, það er mjög auðvelt að selja helförina.
og ég held að síðan náttúrulega, þú veist, pólitíska ástandið eins og það Já. í Evrópu, það ekki lítið það ekki lítill staður í hugum fólks og hjörtum þeirra. Svo náttúrulega fjallum hægri öfga í þeirri bók. Já, og þannig að þessi sem sagt, málefni eru náttúrulega ég meina þessu þau á stóran hlut af sálum fólks þessa dagana, þannig að ég held að það tala alveg svolítið til þeirra. Bókin hefur orðið sko mjög stór í Frakklandi og nú mér sé verið að þýða á grísku. Nú komum við grísku, já. Sem mér finnst afskaplega flott. Ég er mjög gaman, ég vonandi fæ að fara til Grikklands, fylgja henni þess eftir. Já, þakka þér fyrir að koma hingað í þáttinn, Eiríkur.